Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, aðskilnaður fjárfestingarbanka og viðskiptabanka, þingsályktunartillaga 78. mál, þingskjali 135, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir. Forseti. Ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu aðskilnað fjárfestingarbanka og viðskiptabanka. Ásamt mér eru á henni flutningsmenn úr 4 flokkum, þ.e. Vinstrihreyfingunni – grænu framboði, Pírötum, Framsóknarflokknum og Samfylkingunni. Tillagan hljómar svo að Alþingi álykti að fela fjármála- og efnahagsráðherra að útbúa lagafrumvarp sem tryggi aðskilnað starfsemi viðskiptabanka og fjárfestingarbanka með það að markmiði að lágmarka áhættu þjóðarbúsins vegna bankareksturs og minnka líkur á tjóni almennings af völdum áfalla í bankastarfsemi. Eins og hér kemur fram í greinargerð þá hefur þingmál þessa efnis oft áður birst á vettvangi Alþingis án þess að vera nokkru sinni leitt til lykta, en þó má segja að umræða þessi mál hafi farið heldur vaxandi hér á vettvangi Alþingis á undanförnum árum. Hér var flutt þingsályktunartillaga fyrst á 130. löggjafarþingi en hefur síðan, eins og ég segi, verið mælt fyrir slíkum málum alloft. Slík umræða hefur líka átt sér stað erlendis, til að mynda innan Evrópska efnahagssvæðisins, og eins og hv. þingmenn þekkja þá er þetta kannski sígild umræða orðin. Í fyrirliggjandi tillögu er gert ráð fyrir að samið verði og lagt fyrir Alþingi lagafrumvarp sem tryggi aðskilnað starfsemi viðskiptabanka og fjárfestingarbanka. Rekstur fjárfestingarbanka og rekstur viðskiptabanka er gjörólík. Þannig að mikið álitamál er hvort þessi rekstur geti átt farsæla samlegð í einu og sama fyrirtækinu, en mat á því fer fram á forsendum almannahagsmuna en ekki sérhagsmuna þeirra sem eiga og starfrækja fjármálafyrirtækin. Það er þó ekki eina leiðin til að aðskilja slíka starfsemi. Það má hugsa sér að hún sé aðskilin innan sömu fyrirtækja og þess vegna er hér ekki lagt fram frumvarp heldur þingsályktun sem miðar að því að þessar leiðir verða kannaðar. Hér kemur fram að almenn viðskiptabankastarfsemi byggist á innútlánum, því sem kalla má hefðbundna fjármálaþjónustu við einstaklinga og fyrirtæki og nýtur sér slík sérstakrar verndar hins opinbera sem baktryggir þessa starfsemi að ákveðnu marki með innlánavernd. Fjárfestingarbankar fást hins vegar við fjármögnun ýmiss konar fjárfestinga, viðskipti með verðbréf, hlutabréf, ráðgjafarstarfsemi og eignastýringu og er rekstur þeirra að jafnaði til muna áhættusæknar og áhættusaman starfsemi hinna almennu viðskiptabanka. Hér fylgir með fylgiskjal þar sem leitast er við að skilgreina fjárfestingarbankastarfsemi. Eru þetta að ræða upplýsingar sem óskað var eftir af hálfu fjármálaeftirlitsins frá viðskiptabönkunum. Hér er lögð fram skilgreining á fjárfestingarbankastarfsemi. Ég veit að ýmsum hv. þingmönnum hefur orðið tíðrætt það að menn sé að ræða fjárfestingarbankastarfsemi án þess að vita hvað í henni felst. Ég hef alloft heyrt það í þessum sal og þar með verið að gera lítið úr þeim sem vilja eiga slíka umræðu, en það þarf ekkert svo sem að vera að velta sér sérstaklega upp úr því. Ef við horfum til þessarar skilgreiningar sem hér er vitnað til, þar segir í Vickers-skýrslunni sem hefur nú vakið talsverða umræðu, þá er þetta skilgreind sem aðstoð við öflun hlutafjár og fjármögnunar, aðstoð við það, ráðgjöf í tengslum við samruna og yfirtökur, kaup og sala verðbréfa ásamt markaðsvakt, fjárfesting í fjármálagjörningum, lánveitingar til stærri fyrirtækja. En í líkanskýrslunni er horft líka á eigin viðskipti, stöðutöku í tengslum við viðskiptavakt, fyrirgreiðslu til vogunarsjóða, sérstakra fjárfestingarfélaga og annarra sambærilegra sjóða, þátttöku í fjárfestingum fjárfestingarfélaga og sjóða. Ef við horfum til Volcker-reglunnar þá er talað viðskipti með flestar tegundir verðbréfa, miðlun verðbréfa, umsjón og útgáfu verðbréfa og viðskiptavakt. Og hér kemur fram að þessar skilgreiningar eru auðvitað ekki fullnægjandi og þess vegna skiptir einmitt máli að við hér á vettvangi Alþingis ræðum þetta, en hins vegar liggur fyrir að út frá því hvaða skilgreining er notuð þá var hlutfall fjárfestingarbankastarfsemi 14–25% í lok árs 2013. Það fer eftir við hvaða skilgreiningu af þessum þremur við nýtum. Við vitum það líka að þetta hlutfall hefur væntanlega farið hækkandi á undanförnum árum. Ég óskaði eftir nýjum upplýsingum fyrir þetta mál en fékk ekki, þannig að þeirra er enn beðið. Vonandi getum við óskað eftir þeim í hv. efnahags- og viðskiptanefnd þannig að við fáum
á nýjan leik hvert þetta hlutfall orðið og miðað við hvaða skilgreiningar. Fjárfestingarbankastarfsemin var talin vera það bil 30% af heildarstarfsemi bankanna fyrir hrun. Ég ætla ekki að fara að rekja hér söguna sem rakin í greinargerðinni með löngum hætti, en ég vil þó segja það að beggja vegna Atlantsála hafa menn velt því fyrir sér hvaða leiðir megi fara til þess að aðskilja viðskiptabanka og fjárfestingarstarfsemi. Það er að segja annars vegar hvort að það sé rétt að í raun og veru taka á nýjan leik upp Glass-Steagall-lögin sem snúast bara aðskilnað slíkra starfsemi í ólíkum fyrirtækjum, eða hvort rétt sé að setja takmarkanir á umfang fjárfestingarstarfsemi innan hvers viðskiptabanka, eða þá gera kröfur til aðskilnaðar þegar fjárfestingarstarfsemin orðið komin yfir ákveðið hlutfall af bankastarfseminni innan tiltekins fyrirtækis. Þannig að allar þessar leiðir hafa verið ræddar. Ég vitna hér í greinargerð í breska hagfræðinginn John Kay sem kom nú til Íslands, ef ég man rétt, í boði Samfylkingarinnar, ef ég man rétt, þar sem hann gaf út bókina Other People's Money 2015, þar sem hann ræddi þessar tillögur talsvert og bendir þar á og gagnrýnir og sú áhersla sem hefur verið á aukið regluverk innan Evrópska efnahagssvæðisins, sem við sem störfum hér á vettvangi þingsins þekkjum nú orðið allvel. Því hér höfum við verið að innleiða mjög tæknilegar og mjög flóknar gjörðir sem ætlað er að auka eftirlit og aðhald með fjármálafyrirtækjum. Það sem hann bendir á í sinni bók er að það sé gríðarleg vinna við þetta regluverk. Það sé mjög ógagnsætt, á köflum óskiljanlegt og taki ekki á grunnforsendum vandans, það er þessi uppbyggingu sjálfs fjármálakerfisins. Og í þessari ágætu bók er bent á það að innan Evrópska efnahagssvæðisins séu verulegur fjöldi fólks, þúsundir manna, sem vinni að því að koma ýmist þessu regluverki á eða innan bankana við að innleiða regluverkið innan fjármálafyrirtækjanna. Og þetta hafa íslensku fjármálafyrirtækin rætt, að þetta sé auðvitað kalli á verulega mikla vinnu. Þetta hefur Fjármálaeftirlitið bent á, þetta kallar á verulega mikla vinnu. Og leið hlýtur svo eðlilega spurning að vakna, erum við að horfa fram hjá einhverjum grundvallarspurningum það hvort að vandinn liggi kannski ekki í smáatriðunum, heldur í stóru atriðunum. Það er að segja uppbyggingu sjálfs kerfisins og menningun innan sjálfs kerfisins. Það hefur komið fram og kemur fram hér að aðskilnaður í bankakerfinu hefur verið til athugunar í viðskiptaráðuneytinu og fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Hann var til athugunar í tíð síðasta hæstvirts fjármálaráðherra og það kom hér fram hjá núverandi hæstvirtum fjármálaráðherra að það væri eða hefði verið settur á starfshópur sem ætti að athuga þetta og ekki heyrði ég betur, og það hefði nú verið gott að hafa hæstvirtan ráðherra hér og það hefði náttúrulega verið frábært að ræða þetta mál í dagsbirtu. Ég sé það að það er verulegur áhugi hjá hv. þingmönnum að ræða málið og það hefði verið stórkostlegt að hafa þetta á dagskrá, eins og ég segi, að degi til, en ekki klukkan 9:30 á þriðjudagskvöldi, en það er nú svona sem skipulag þingsins er. Og hér hefði þetta verið frábært að hafa hæstvirtan ráðherra til að taka þátt í umræðum eitt stærsta mál fjármálakerfisins. Það hefði verið mjög gott. En þar sem þetta mál er lagt fram af venjulegum þingmanni þá er það náttúrulega ekkert í boði einu sinni. Þetta er nú svona sem Alþingi virkar. Og ég ætla nú bara að taka aðra umræðu það seinna meir. En auðvitað er þetta algjörlega fráleitt að við séum að ræða þetta hér einhvern þriðjudagskvöld, að fjármálaráðherra hæstvirtur sé ekki á staðnum, að við séum ekki að ræða þetta í fúlustu alvöru. Og sérstaklega þegar við sjáum að það er verulegur áhugi á þessari umræðu. Og hvenær ætlum við að taka hana þá? Hæstvirtur ráðherra sagði hér í umræðu sem tók 30 mínútur uppbyggingu og framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið. Við vitum öll að sú framtíðarsýn sem hefur verið lögð fram í svokallari eigendastefnu fyrir fjármálafyrirtækin stendur ekkert í henni. Og þá sagði hæstvirtur ráðherra: já, frábært. Við skulum endilega taka þessu umræðu á vettvangi þingsins. Af hverju, frú forseti, er hæstvirtur ráðherra þá ekki hér? Úr því hann vill endilega taka þessu umræðu á vettvangi þingsins. Mér þætti vænt að fá hæstvirtan ráðherra til að ræða þessu umræðu sem hann er svona æstur í að taka. Og ég er ekki hissa á því að hæstvirtur ráðherra sé æstur í að taka þessu umræðu því það kom fram fyrir kosningar. Og það er nú eitt sem ég held að ýti undir það við ljúkum meðferð þessa máls á vettvangi þingsins. Þetta verður ekki svæft eins og önnur þingmannamál eru nú gjarnan. Að fyrir kosningar voru allir formenn eða talsmenn
flokka sem ekki eru með formenn spurðir út í framtíðarsýn þeirra fyrir fjármálakerfið. Formaður Samfylkingar, þáverandi háttvirtur þingmaður Oddný G. Harðardóttir, sem hér í salnum, ræddi að það væri mjög mikilvægt að nýta tækifæri meðan bankakerfið væri í eigu ríkisins til að breyta kerfinu og það þyrfti að ræða þar til út í hörgul aðskilnað viðskiptabanka og fjárfestingarbanka. Þetta kom allt fram í fréttaskýringu á Stöð 2 í síðustu formannaumræðum þar fyrir kosningar. Ég sjálf talaði á svipuðum nótum að það væri mjög mikilvægt að ljúka þessari skoðun. Formaður Framsóknarflokksins, hv. þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson, vildi kanna til hlítar kosti þess að aðskilja starfsemi fjárfestingarbanka og viðskiptabanka. Hv. þingmaður Smári McCarthy, sem hér er í salnum, ræddi að það væri mikilvægt að fara vel yfir regluverk starfsemi fjármálafyrirtækja, sérstaklega til þess að tryggja að sala bankanna færi fram með vönduðum hætti. Og ég velti því fyrir mig hvað hv. þingmanni finnst þá sýn sem búið að leggja fram í eigendastefnu fjármálafyrirtæki, þar sem í raun og veru, eins og ég segi áðan, kemur mjög lítið fram regluverkið, nánast ekki neitt. Hæstv. fjármálaráðherra núverandi, formaður Viðreisnar, sagði og mér finnst það mjög merkilegt og þess vegna hefði verið gott að eiga þessa umræðu hér við hann, að það væri ljóst að bankar ættu ekki að vera miðjan á hagkerfinu eins og þeir hefðu verið áður. Þeir hefðu fyrst og fremst verið í fjárfestingarstarfsemi. Hæstv. fjármálaráðherra sagði fyrir kosningar að bankar ættu fyrst og fremst að lána fé, fjárfestingaþátturinn minnstakosti sem snýr að kaupum og hlutum í öðrum fyrirtækjum ætti ekki heim í almennu bönkum. Og nema málskilningur minn sé orðinn eitthvað meira en lítið skrítið, heyrist mér hæstv. ráðherra þarna vera að tala fyrir aðskilnaði viðskiptabanka og fjárfestingarbankastarfsemi. Hæstv. forsætisráðherra, þáverandi hæstv. fjármálaráðherra, ræddi líka í þessum ágæta þætti í fréttaskýringu fréttamannsins Þorbjörns Þórðarsonar að hann vildi fá reglur starfsemi viðskiptabanka og fjárfestingarbanka sem takmörkuðu áhrif áhættusamrar starfsemi og áhættuminni starfsemi. Hann talaði þar smithættu á milli. Óttar Proppé, hann taldi mikilvægt, hæstv. heilbrigðisráðherra, að það væri mikilvægt að fara ekki í það að selja banka í einhverju fúski. Þetta kom allt fram í þessum ágæta þætti og mér sýnist á því að það sé yfirgnæfandi meirihluti fyrir því að ráðast í einhvers konar aðskilnað á viðskiptabanka og fjárfestingarbankastarfsemi. Ég held líka að ef við ætlum að ráðast í það sé mikilvægt að þær reglur liggi fyrir áður en ráðist verður í sölu á eignarhlut í fjármálafyrirtækjum. Og þess vegna hlýt ég að furða mig á því, og ég hafði auðvitað 2 mínútur hér í sérstakri umræðu á mánudag til að koma ýmsu að eigendastefnu við fjármálafyrirtæki. En ég hlýt að furða mig á því að þessari eigendastefnu ekki rætt við þetta. Þegar 6 af 7 talsmönnum fyrir kosningar og formönnum voru á því að þetta þyrfti að gera. Með einhverjum hætti, eins og ég sagði hér áðan, annars vegar með því þá hreinlega að skipta því upp þannig að slík starfsemi sé í ólíkum fyrirtækjum eða setja reglur slíkan aðskilnað innan fyrirtækjanna eða setja hámarkshlutfall á það hversu mikið fjárfestingarstarfsemi má vera sem hlutfall innan banka. Og ég segi að þetta auðvitað líka mikilvæg spurning. Ef við ætlum að fara að selja hér banka eða eignarhlut í bönkum, þá hljótum við að velta því fyrir okkur, þá ekki mikilvægt að þetta liggi fyrir? Og ég get tekið undir það sem hef talað fyrir því að ríkið eigi viðskiptabanka, en á ríkið að eiga umfangsmikla fjárfestingarbankastarfsemi. Það finnst mér ekki. Þannig að þeir sem hafa haldið því fram að ekki sé hægt að skilgreina fjárfestingarbankastarfsemi, það er hægt. Það eru ekki fullkomið samræmi milli þeirra skilgreininga sem hafa verið notaðar. Það sýnir að við þurfum umræðu málið. Það sýnir að við þurfum að vinna að því að taka þessa umræðu, að skipa þennan starfshóp. Ég er opin fyrir því í umræðum nefndarinnar að við skoðum ólíkar leiðir, að ólíkar leiðir verði skoðaðar í því að ná fram þessum aðskilnaði, en ég tel að þetta ætti að vera eitt mikilvægasta verkefni Alþingis, að skoða þetta og ljúka þessari umræðu. Og það kom fram hjá hæstv. fjármálaráðherra hér að hann teldi að það væri full ástæða til þess að taka þessa umræðu. En
á sama tíma, og það kom líka fram í umræðum fyrir kosningar, að það lægi ekkert á því að selja banka eða eignarhlut í bönkum. Það lægi ekkert á. Og mér finnst það algjörlega fráleitt að vera að ráðast í slíka sölu áður en þessi umræða hefur verið tekin á vettvangi Alþingis. Frú forseti, ég legg til að málinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og ég legg til að þetta mál fái síðar að hljóta þá meðferð sem það þarf í nefndinni og vonandi afgreiðslu hér í þessum sal. Og verði það fellt, þá verði það fellt. En auðvitað, miðað við það sem sagt var fyrir kosningar, þá verður þetta mál samþykkt. 2 hv. þingmenn hafa óskað að veita andsvar. Fyrstu veitir andsvar hv. 1. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti, ef ég skil þessa tillögu rétt að þá það þannig að hér sé verið að leita leiða hvernig hægt sé að aðskilja viðskiptabanka og fjárfestingarbanka starfsemi. Ég vildi gjarnan spyrja hv. þingmann hvort það væri ekki svona skynsamlegra að athuga fyrst kostina og galla við það með skýrum hætti. Því að það er augljóst að það er mikill ágreiningur um þetta. Það er ágreiningur hvort það sé yfir höfuð meiri kerfisáhætta í því að hafa þá saman heldur en í sundur. Og ef maður skoðar nú þetta blessaða bankahrun, að þá var það nú kannski viðskiptahlutinn sem var vandamálið. Icesave var í viðskiptahlutanum, ekki fjárfestingarbankahlutanum. Þannig að mér hefði fundið svona skynsamlegra að fara nákvæmlega yfir það heldur en að Alþingi álykti núna það að það eigi að aðskilja þetta. Þetta er hvergi gert núna eiginlega, hvergi í Evrópu allavega, kannski einhver hluta í Bandaríkjunum, en almennt er þetta ekki aðskilið. Og sumir halda jafnvel fram að það sé jafnvel meiri kerfisáhætta að slíta þessu sundur. Þannig að ég spyr, eigum við ekki frekar, því ég hef enga skoðun á þessu, ég veit þetta ekki ennþá, væri ekki rétt frekar að fara í þessa vinnu áður en við förum að afgreiða svona mál, vegna sem að heyrir á sérfræðingum að mönnum finnst flestum sem að tala við óskiljanlegt að skilja alveg á milli, hugsanlega hafa eitthvað svona hlutfall, en að skilja alveg á milli finnst bara fæstum, ef nokkurum sem ég hef talað við, skynsamlegt. Þannig að ég spyr, er ekki skynsamlegra að fara í aðra vinnu á undan áður en við afgreiðum svona tillögu? Svarar andsvari hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Það er mjög heppilegt að við þurfum ekki að afgreiða málið í kvöld. Og sú umræða sem hv. þingmaður vísar til, hana getum við sjálfsögðu átt á vettvangi efnahags- og viðskiptanefndar. Það er auðvitað svo að það hefur verið mikil tregða. Það hefur verið mikil tregða við þessa hugmyndafræði innan Evrópusambandsins. Og hv. þingmaður er auðvitað sérstakur aðdáandi þess. Og í staðinn hefur verið ráðist í þetta umfangsmikla regluverk sem ég vísaði hér til áðan, sem hefur sætt mikilli gagnrýni. Það hefur ráðist í mjög umfangsmikið regluverk án þess að skoða út í hörgul aðskilnaðinn, að því að það hefur auðvitað verið gríðarleg andspyrna við það frá hagsmunaaðilum. Hv. þingmaður nefnir Icesave og áttuna af því. Ég held að það hefði nú verið hægt að koma í veg fyrir hana með annars konar regluverki viðskiptabankahluta og ekkert sérstaklega flóknu, svo ég nefni nú það. Ég held að ef við skoðum þá umræðu sem hefur verið, þá eru mjög margir sérfræðingar sem horfa til þess að fjárfestingarbankastarfsemin skapi óþarfa áhættu. Það er einhverju öðru máli, eins og hv. þingmaður segir, og mér finnst eðlilegt og sjálfsagt, til þess erum við hér á þingi, að við förum og köfum ofan í það. Ástæða þess að ég ræddi hér áðan þingmannamál sem sjaldan komast til meðferðar er að þau gera það sjaldnast. Og það er ítrekað búið að segja hér í þinginu að nú eigi að kafa ofan í þetta og skipa starfshópa og hvað veit ég. Ég spyr hv. þingmann sem situr nú með mér, hann er nú svo heppinn að sitja með mér í hv. efnahags- og viðskiptanefnd ásamt fleiri góðu fólki. Er hann þá ekki til í það við gerum það á vettvangi nefndarinnar og tökum þá þessu umræðu? Tökum þetta mál þrátt fyrir að það sé þingmannamál og megi helst ekki fjalla um það sem slíkt, að við tökum þessu umræðu, því
þetta erum við margoft búin að segja og eins og ég vitnaði hér til áðan, 6 af 7 formönnum flokka eða talsmönnum, þeir halda þess að minnsta kosti fram fyrir kosninga að það sé ástæða til að skoða þetta. Eigum við ekki að hlusta á það? Hv. 1. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson, veitir andsvar öðru sinni. Hæstv. forseti, ég verð auðvitað að skoða þetta alls saman, en mér finnst bara skrýtið að nálgast það með þingsályktunartillögu af þessu tagi. Það er bara það sem ég er að segja. Og ég veit ég er afskaplega heppinn að sitja með þingmanninum hv. í nefnd. Og meira að segja verð ég að segja það að ég er líka sammála því að skoða þetta náið. Ég veit og ég væri örugglega mjög tilbúinn að jafnvel að vera jákvæður gagnvart svona aðskilnaði ef ég losna við eitthvað af þessu regluverki frá Evrópusambandinu. Ég er nefnilega fús til samningi á þessu öllu, alveg eins og með áfengisfrumvarpið. En ég verð samt að segja að ég hefði viljað nálgast það með öðrum hætti og heldur en með tillögu beinlínis það að þingið álykti að semja frumvarpið aðskilnað. En gott og vel, þetta er kannski ekki stórt mál í sjálfu sér og það er heldur ekki stórt mál að ræða þetta í myrkri. Það er nefnilega miklu skemmtilegra á þinginu í myrkri. Hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir, svarar andsvari öðru sinni. Frú forseti, ég bara leyfi mér samt að hafa skoðun á því að við erum mjög oft að ræða hér mál í myrkri sem ættu betur heim í dagsljósi og þó að það sé nú tiltölulega skammt. Og ég veit að hv. þingmaður er greinilega maður myrkursins, en það er ég ekki. Þannig að ég hef oft talið að gæði til að mynda umræðuna þau dvíni talsvert eftir því sem þingfundur dregst á langinn. Kannski er hv. þingmaður ósammála. Hann tekur fundarstjórn það á eftir. Hv. þingmaður spyr hér af hverju leggur þetta fram í svona þingsályktunartillögu, af hverju leggur þetta ekki fram einhvern veginn öðruvísi? Ja, þetta er ágætis leið til að leggja þetta mál fram og til að ræða þetta mál. Ég hef ítrekað spurst fyrir þetta hér í fyrirspurnum og fengið þau svör ítrekað að málið sé í skoðun og nú vil ég bara að Alþingi taki þetta mál sjálft upp og skoði það og það gerum við best með einhverju svona tillögu. Ég get ekkert gert það með neinum öðrum formlegum hætti, hún hefði vafalaust mátt vera orðið öðruvísi og ég er mjög opin fyrir samningum með hv. þingmann að við getum breytt tillögunni í meðferðum nefndar ef það er niðurstaðan af því sem kemur út úr rannsóknarstarfi nefndarinnar. En þetta hefur verið í skoðun alllengi, einhvers staðar annars staðar í stjórnkerfinu. Þetta hefur ekki verið í skoðun á Alþingi. En ég fæ ekki betur séð en það sé mikill pólitískur vilji til að skoða. Ég hef sannfæringu fyrir því að þetta geti verið rétt leið, einhver leið sem miðar að slíkum aðskilnaði. Ég er ekkert algjörlega sannfærð að sú leið sem þarna er lögð mest áhersla á, þar sem aðskilja í viðskiptabanka og fjárfestingarbanka sé eina rétta leið. Það getur við rætt og reifað. En mér finnst ekki ganga að þetta sé alltaf skilið eftir sem eitthvað í skoðun. Það finnst mér ekki ganga. Og sérstaklega þegar við erum að ganga í gegnum þessar miklu breytingar á umgjörð fjármálakerfisins sem hv. þingmenn margir hverjir hafa rætt hér sem ógagnsæjar og kannski ekki endilega að skila sínu markmiði. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, það gerist nú stundum að ég er ekki alveg í takt við félagamenn hv. þingmann Brynjar Níelsson. Það gerist sjaldan, en ég er hins vegar á því að það sé gott að fá þessa þingsályktunartillögu hér fram sem við erum að ræða. Ég er efnislega ósammála henni hins vegar. Ég held að það séu rök fyrir því að með því að kljúfa viðskiptabanka og fjárfestingarbanka starfsemi í sundur, að þá muni það að líkindum leiða til meiri áhættu í bankakerfinu og að líkindum leiða til þess að bankakerfið í heild sinni verði dýrara en ella. Og þar með er augljóst að hagur lántakenda, fyrirtækja og heimila verður verri
og hagur sparifjáreigenda lakari. En ég held að það sé mikilvægt og ég sammála frummælanda að það mikilvægt að ræða þetta mál, mjög mikilvægt. Og það mun ekki standa á mér frekar en hv. félaga mínum Brynjari Níelssyni að taka þátt í þeirri umræðu, hvort heldur hér í þingsal eða í hinni góðu nefnd sem við sitjum öll saman í. Ég vil hins vegar spyrja aðeins hv. flutningsmann sem sat í ríkisstjórn hér 2009 til 2013. Hvaða umræða átt sér stað innan ríkisstjórnarinnar og ríkisstjórnarflokkana aðskilnað viðskiptabanka og fjárfestingarbanka? Hvaða stefnumörkun átt sér stað innan ríkisstjórnarinnar? Hvaða ákvarðanir voru teknar? Voru einhver skref tekin þó að við yrðum ekki þeirra vör opinberlega að skilja þessa starfsemi að? Ég tala nú ekki þegar að ræða að minnsta kosti að hluta þess tíma hafði ríkisstjórnin bankakerfið allt í höndum sér. Svarar andsvari hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, já, hér hefur að minnsta kosti náðst fram aðskilnaður hv. þingmanna Brynjars Níelssonar og Ólafs Björns Kárasonar sem ég finnst nú að hluta. Það búið að setja ákveðið hámark á hlutfall samrunans hjá þessum tveimur hv. þingmönnum sem nú bara ákveðinn árangur í sjálfu sér. En hvað varðar þetta allt saman, þetta mál, þá auðvitað liggur það fyrir að í hruninu sjálfu þegar gríðarleg óvissa var í bankakerfinu, að því hv. þingmaður spyr þá ríkisstjórn sem ég sat í sem menntamálaráðherra, þessi umræða fór að sjálfsögðu fram, bæði hér á vettvangi þingsins og innan ríkisstjórnar. Það voru ekki stigin nein skref, engin nein marktæk skref þannig, en þó eins og kemur fram má segja að þessi skoðun hafi hafist kannski, að skoða og til hennar vitnað í skýrslum frá þessum tíma. Ég get ekkert sagt annað en það að ég held að tímarnir hafi verið þannig á þessum tíma að það hafi ekki náðst að gera allt. Það hafi ekki náðst að gera allt. Og þetta eitt af því. Ég lít hins vegar svo á nú þegar við erum einmitt komin á þann stað að bankarnir eru á mörgu leyti, já, 2 af 3 stórum viðskiptabönkum í eigu ríkisins. Einn gæti lent hjá ríkinu ef ekki yrði af sölu eignarhluta. Þá höfum við þetta ákveðið tækifæri. Við höfum það, hvort sem í raun og veru við ríkið á bankann eða ekki, en við höfum kannski það tækifæri að vera ekki að selja banka í eigu ríkisins fyrr en við vitum hvert við erum að stefna í málinu. Ég fagna því sem hv. formaður efnahags- og viðskiptanefndar segir, að þó að hann sé ekki sammála málinu, þá er hann reiðubúinn að taka þessa umræðu um málið. Hann er reiðubúinn að taka umræðu um málið, því ég held við verðum að horfa til þess að fjárfestingabankastarfsemi, hún eðlisbreytti bankakerfinu í raun og veru, og það er ekki mjög langur tími liðinn síðan bankakerfið gekk í gegnum þessa eðlisbreytingu þegar við skoðum söguna. En ég verð víst að koma nánar að þessu í seinna andsvari. Hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason, veitir andsvar öðru sinni. Frú forseti, ég þakka frummælanda hv. fyrir svarið. Ég ætla nú að fullvissa hv. þingmann það að það fer nú ekki hnífurinn á milli mín og hv. þingmanns Brynjars Níelssonar þegar svo ber undir og nauðsyn krefur. En ég hefði kannski kosið að við einbeitum okkur að öðru mikilvægara máli í mínum huga, sem það hvernig við ætlum að skipuleggja eignarhald á bönkunum. Hvort við ætlum að innleiða hér reglur þar sem við setjum hámarkshlut á eignarhlut kjölfestufjárfesta, 15% eða 20%, ég átta mig ekki á hvað við eigum að miða við, og við eigum líka að ganga lengra. Við eigum að setja kvaðir á þá sem fara yfir ákveðinn hlut, 4-5% eitthvað svoleiðis í bönkunum, að þeir megi ekki eiga ráðandi hlut í öðrum atvinnufyrirtækjum. Þannig að við komum í veg fyrir það að það myndist hér kross-eignatengsl á milli banka, viðskiptabanka og fjárfestingarbanka og almenns atvinnulífs, eins og gerðist hér.
Ég held að það sé miklu mikilvægari umræða heldur en það að aðskilja fjárfestingarbanka og viðskiptabanka, ekki síst vegna þess að ég hef miklar efasemdir ágæti þess. Og ég svona miðað við þær upplýsingar sem að ég hef, og þá held ég að það muni fremur leiða til aukinnar kerfisáhættu að gera þennan aðskilnað, og það mun verða til þess að hagur fyrirtækja og heimila mun verða lakari þegar það kemur að lánakjörum, vegna þess að bankakerfið verður dýrara og hagur sparifjáreigenda verður þar með einnig lakari, vegna þess að möguleikar bankana til að stunda viðskipti sín verða ekki þau sömu og áður. Þess vegna spyr ég, vill ekki hv. frummælandi koma með mér í þessa umræðu fremur en það sem hér lagt til? Og svarar andsvari öðru sinni hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, eins og ég byrjaði að segja áðan en kláraði ekki, að það sem við höfum séð á undanförnum kannski áratugum frá undir lok 9. áratugarins að fjármálakerfið hefur stækkað mjög mikið sem hluti af hagkerfum Vesturlanda. Fjármálakerfin hafa orðið miklu umfangsmeiri en áður sem hluti af hagkerfinu. Og það hefur fylgt fyrir þróun af fjárfestingarbankastarfsemin, hefur orðið umfangsmeiri hluti af fjármálakerfinu en það sem við getum kallað þjónusta við raunhagkerfið eða hvað við viljum kalla það, að segja þjónusta við annað atvinnulíf en fjármálakerfið sjálft og svo almenning. Og þess vegna held ég að við verðum að ræða þennan aðskilnað á fjárfestingarbankastarfseminni og viðskiptabankastarfseminni. Og þetta eitt af því sem margir sérfræðingar, þeir eru ekki allir sammála sem betur fer, og það það sem við þurfum að kafa ofan í, að benda á að þetta að skapa ónauðsynlega áhættu fyrir almenning og annað atvinnulíf, þetta umfang fjármálabankastarfseminnar innan fjármálafyrirtækjanna. Og það tengist til líka, eins og ég segi, hversu umfangsmikil fjármálafyrirtækin sjálf eru orðin í sinni eigin hringiðu af hagkerfunum. Og ég held að því hv. þingmaður segir, vill hv. þingmaður ekki frekar ræða það sem ég hef áhuga á en það sem hún hefur áhuga á. Ég skal ræða það sem hv. þingmaður hefur áhuga á, en við skulum ræða þessa tillögu líka. Við skulum ræða þetta hvort tveggja, og ég vitna í formann Sjálfstæðisflokksins sem sagði í þessum umrædda þætti sem ég vitnaði hér til áðan, og ég nú farin að vitna í formann Sjálfstæðisflokksins öðruvísi mér áður brá, en hann sagði þar í endurskoðun á reglukerfi fjármálakerfisins þarf að skoða tvennt. Það að segja þetta sem hv. þingmaður nefnir hér, að ekki séu í eigendahópi bankanna aðilar sem eru fyrirferðarmiklir í annarri starfsemi á íslenskum markaði, að það séu ekki stórir aðilar í eigendahópnum. Þannig að þar eru þeir sammála, þeir félagar, og svo sagði formaður Sjálfstæðisflokksins reglur starfsemi viðskipta- og fjárfestingarbanka sem takmarki áhrif áhættusamra starfsemi á áhættuminni starfsemi. Þar eru við sammála. Til í þá umræðu. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, gaman að það að standa hér í myrkraverkunum á þinginu langt fram eftir kvöldi, þá ætla ég nú ekki að reyna að lengja þetta mál mjög mikið, en það kom vel flest fram í máli frummælanda sem að skiptir máli í þessu máli, og ég meðflutningsmaður á því einmitt vegna þess að þetta alveg rosalega mikilvægt mál, og einmitt til þess að skýra kannski þá afstöðu sem að fyrst að vitnað í mig hér áðan, þá hef ég sagt ítrekað og á ýmsum vettvangi að það sé bráðnauðsynlegt að aðskilja fjárfestingar og viðskiptabankastarfsemi, og að það sé engin ástæða til þess að selja þá banka sem eru í ríkiseigu í augnablikinu, hreinlega vegna þess að það bara ekki forgangsmál. Það aftur á móti forgangsmál að lækka vexti, sérstaklega á skuldum ríkissjóðs, til þess að vera með minni útgjöld að óþörfu. En það ekkert að skuldastöðu ríkissjóðs sem verður bætt með því einu að selja bankana. Þannig að það aðgreina þetta fyrst og búa til gott regluverk, það kannski aðalatriðið. En það sem ég langaði til þess að benda á að inn í þessu umræðu nú þegar komin ein mjög ágæt umsögn, og það ágætast við þá góðu umsögn frá hagsmunasamtökum heimilanna að henni fylgir heilt frumvarp eða þau segja frumvarpstillaga
eða frumvarp til laga með essi og bandstrik eftir því sem við þarf. Þannig að það er mikið af svigrúm og alls konar góðgæti í þessu frumvarpi sem að í rauninni held ég að gangi ágætlega langt að því að leysa þetta vandamál sem lagt til að vera leyst. Þannig að mér langaði svona bara beina því inn í umræðuna að þetta getur verið svona einn af þeim punktum sem verður tekið fyrir inn í nefndinni. En í rauninni svona til þess að lengi í ljósi þeirrar umræðu sem hefur samt orðið, þá verð ég að viðurkenna að mér blöskraði svolítið að heyra vanþekkingu minna félagi efnahags- og viðskiptanefnd á hagsögu í þeirra máli bara það hvernig tilurð þeirra aðskiptingar sem aðgreiningar á viðskiptabönkum og fjárfestingarbönkum sem ræðir hefur þróað sig gegnum tíðina og þá kannski helst það að svona aðgreining var fyrst tekin upp í Bandaríkjunum 1933 að mig minnir í kjölfar kreppunnar miklu og varð til þess að stöðugleiki komst á þar og helst sá stöðugleiki töluvert lengi þrátt fyrir heimsstyrjöld og fleira. Það var svona byrjað að grafa undan þessu löggjöf 1960 og var það að fullu gert 1999 með lögum þar. En sambærileg leið hefur verið farin í öðrum meðal annars Evrópulöndum og þar hægt að tala meðal annars nýlega skýrslu frá 2012, svokallaða Liikanen-skýrslu, sem talar mikilvægi þess að þessi aðgreining verði gerð hér. Og það má einmitt vísa inn í þetta að nú höfum við haft til umræðu inn í efnahags- og viðskiptanefnd ákveðnar tillögur sem eru byggðar á svokölluðu CRD4 tilskipun Evrópusambandsins. Og í skýringargögnum þess mjög svo langu tilskipunar sem hljóður upp á að mig minnist 300 blaðsíður með 900 blaðsíðna reglugerð meðfylgjandi. Í skýringargögnunum sem eru hjálögð, þar einmitt talað áhættunar, kerfisáhættunar sem verða til vegna mismunandi tegunda af bankastarfsemi, meðal annars fjárfestingarbönkum og viðskiptabönkum og það hvernig áhætta hvort sem sig töluverð og þolanleg ef að það vel að máli staðið og CRD gengur einmitt svolítið út á það að fást við þau vandamál. En samlegðaráhrifin þegar þessu starfsemi blandað saman oft þess eðlis að það ekki hægt að ná höndum yfir hana. Eins og sést kannski vel á því að þegar þetta var leyft í Bandaríkjunum 1999 þá tók minna en áratug fyrir allt kerfið að fara í klessu hjá þeim. Og í rauninni þetta náttúrulega var á þeim tíma þegar mjög svipaðar afléttingar á regluverki bankastarfsemi voru eiga sér stað hér á Íslandi og út alla Evrópu sem að mætti kannski segja hafi töluvert meira með raunverulega hrunið sem varð hér 2008 heldur en nokkur tímann Icesave út af fyrir sig. Þó svo að Icesave hafi vissulega verið stór punktur í þeirri umræðu allri, þá var það ekki Icesave sem dró bankana á Íslandi til falls. Það var meðal annars ástarbréfaviðskipti, það var fullt af þessum bara áhættusömu og oft ótryggðu lán sem voru verið veita hingað og þangað, meðal annars til góðvinna eigenda bankana. Og þetta það ástand sem við verðum að koma veg fyrir að eigi sér stað aftur á Íslandi. Það að aðgreina viðskiptabanka og fjárfestingarbanka í rauninni ekki einu sinni flókið atriði í því. Þetta grundvallaratriði. Þetta atriði sem framkvæmir áður en maður fer að ráðast í stóru, flóknu, erfiðu málin sem eru þó töluvert mörg þegar við erum að tala það ná reglum yfir nútíma bankastarfsemi. En kannski svona í þessu skyni þá vitna ég með leyfi forseta til þessa umsagnar hagsmunasamtaka heimilanna sem að segja að útfærsla á slíkum aðskilnaði eins og við erum að ræða hér nú til dags
þarf nauðsynlega að taka mið af þeirri þróun sem orðið hefur á fjármálamörkuðum, bæði innlendum og alþjóðlegum á þeirri tæplu öld sem liðið hefur síðan að þeir fínu ágætu menn Glass og Stigall voru að vinna sig upp úr alveg afskaplega slæmu hruni. Þá veitir andsvar hv. 1. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Ég verð nú að viðurkenna að ég skildi nú ekki margt í þessari ræðu, en ég skildi þó að ríki ætti nú helst að eiga bankana að minnsta enn sinn og í staðinn fyrir að selja það og greiða niður skuldir ættu að einbeita okkur að lækka vexti. Og þá vil ég spyrja hv. þingmann, sem er kannski þingsályktun snýr ekki að, myndi þingmaðurinn ekki hv. ætla það að með því að selja hluti í bönkum og greiða niður skuldir að það gæti ekki haft áhrif á vaxtastigið í landinu til lækkunar, sem kannski öllum finnst augljóst? Eða hvernig ætlar hv. þingmaður að lækka vaxtastigið í landinu? Hvaða aðgerðir er hann að hugsa í því? Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Já, frú forseti, ég þakka fyrir þessa ágætu fyrirspurn. Ég að vísu, mér finnst það furðulegt að hér hefur hv. þingmaður mætt í tvenn andsvör við ræðumenn og byrjað á orðunum að hann skilji ekki það sem hafi sagt, þannig að ég veit ekki hvort það taki nokkuð að svara. En svara mun ég samt reyna. Það sem ég held að máli sé er að það ríkir ákveðinn misskilningur það hvernig ríkisskuldir yfir höfuð fúnkera eða virka, afsakið. Og vaxtastigið eins og það er í dag er fyrst og fremst handahófsákvörðun sem kemur til því að það er verið að reyna að stýra peningamagn í umferð á Íslandi með einu stýritæki sem virkar ekki eins vel og talað er og er til alveg ágætis fræði til þess að skýra það. Það sem ætti kannski að gera er að beita öðrum stýritækjum í meira mæli og lækka vextina. Það að greiða upp ríkisskuldir er ekki að gera neitt annað heldur en að minnka heildarmagn einkasparnaðar í hagkerfinu sem er ekki endilega æskilegt heldur. Þannig að við verðum að átta okkur á því að þetta tvennt tengist ekki nema að því litla leyti sem að við erum komin í þá stöðu að við erum að borga 70 milljarða króna á ári í vexti fyrir í rauninni eitt af lægstu hlutfallslu skuldastigum í Evrópu, svona ef maður ber saman við önnur lönd, og það er það sem vandinn liggur. Svo ekki sé talað um það háa vaxtastig sem lendir á þeim sem eru með húsnæðislán og fleiri þar fram eftir götunum. Hv. 1. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson, veitir andsvar öðru sinni. Hæstv. forseti, ég ætla svo sem ekki að ræða einhverja hagfræði þessu leyti við hv. þingmann, en stýrivextir Seðlabankans og raunvextir er ekki sami hluturinn. Þannig að lánsfé er vara og menn eru tilbúin að selja þá vöru á ákveðnu verði. Hvað skiptir máli því þegar menn ætla að selja þessa vöru? Það skiptir máli hvaða skuldir ríkissjóðs eru miklar, hvað menn hafa mikla trú á þessu kerfi okkar, hvað þjóðin er skulduð. Það skiptir máli þegar vextir eru annars vegar. Þetta er vara. Framboð og eftirspurn skiptir máli. Þannig að auðvitað blasir við að ef menn ætla að lækka hér vaxtastigið í þessu landi, að hér sé stöðugleiki, hér séu litlar skuldir og hér sé ekki ríkið í einhverjum áhætturekstri með að eiga mörg hundruð milljarða í bankakerfinu. Það er áhætta. Og hvernig heldur að hv. þingmaður hefði farið hér í bankakreppunni? Hefði ríkið nú átt alla þessa banka?
Hvað vill þingmaðurinn segja það, hv.? Það svarar andsvari öðru sinni, hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Já, frú forseti, ég aftur skil ekki alveg að það talað að fara ekki í hagfræðiumræðu og svo farið beint í hagfræðiumræðu. Slíkt í rauninni skil ég ekki. Við erum í rauninni að tala hagfræði, það snýst allt hagfræði. En ég algjörlega sammála hv. þingmanni að raunverulega markmiðið gengur út á að auka tiltrú fólks á hagkerfi Íslands og það það sem við erum að reyna að gera með þessari þingsályktunartillögu, að reyna að draga úr líkum á öðru stóru kerfishruni eins og var hér árið 2008. Við gerum það meðal annars með því að aðskilja viðskiptabanka og fjárfestingarbanka. En, já, og ég viss það að þetta muni leiða til þess og þetta muni einmitt ekki leiða til þeirrar hækkunar sem hv. þingmaður Óli Björn Kárason talaði hér og spáði fyrir að kostnaður vegna lána og annað muni fara upp úr öllu valdi. Og hagsagan í rauninni hjálpar okkur svolítið til þess að vita það. En ef við hundsum hagsöguna eins, þá síðan kannski hitt atriðið að sjálfsögðu eru þetta vörur, að sjálfsögðu eru lán vörur sem verið að kaupa og selja á markaði. En þegar að einn aðili á markaði, hvort sem hann heitir hefðbundinn innokkunaraðili eða Seðlabanki Íslands, að stýra verði með þeim hætti sem hann gerir, þá mun það að sjálfsögðu breyta því hvernig markaðurinn verðleggur vöruna. Það bara nokkuð augljóst. Þetta ekkert flókin hagfræði, hv. þingmaður Brynjar Níelsson. Ég trúi því ekki að þetta sé það óskiljanlegt að við getum ekki rætt þetta saman og jafnvel hlusta hver á annan þegar við erum að ræða saman eðli hagkerfisins og hvernig við erum að verja það og hvernig við erum að auka tiltrú almennings á því. Tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Einar Brynjólfsson. Virðulegur forseti, ég ætla ekki að fara í hagfræðiskýringar og ég ætla að standa við það. Jafnvel þó að svo kunni að fara að einhver reyna að brýta upp á slíkri umræðu í andsvörum. Í öðrum kafla fyrsta bindis skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna 2008 segir meðal annars, með leyfi forseta: Athuganir rannsóknarnefndarinnar á starfsemi íslensku bankanna benda til þess að rýmkaðar starfsheimildir fjármálastofnana á síðustu árum hafi orðið til þess að auka verulega áhættu í rekstri þeirra. Sérstaklega vekur athygli að frelsi lánastofnana til að stunda áhættusamari fjárfestingar var aukið umtalsvert á þessu tímabili. Meðal annars var heimilað að stunda fjárfestingabankastarfsemi samhliða hefðbundinni starfsemi viðskiptabanka, án þess að svigrúmi til aukinnar áhættutöku hafi leið fylgt fullnægjandi aðhald og kröfur eigið fé. Svo mörg voru þau orð. Þetta meðal annars ástæða þess að ég legg nafn mitt við þessa þingsályktunartillögu og kýs að lengja ekki mál mitt frekar en segja einfaldlega að við skulum ekki brenna okkur tvisvar á sama soðinu. Tekur til máls hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Katrínu Jakobsdóttur fyrir að koma með þessa þingsályktunartillögu hér inn í þingið. Þetta afskaplega mikilvæg umræða og ég verð að segja það að mér finnst í raun og veru forgangsröðun hér á þingi vera með algjörum ólíkindum. Ég vil bara byrja mína ræðu á því vegna þess að hér erum við og klukkan rúmlega 10 og við erum að ræða svona eitt stærsta málið framundan, framtíðarsýn bankakerfisins, hvort við erum að aðskilja viðskiptabanka og fjárfestingarbanka. En hvar yfirmaður og hvar sá sem ber mesta ábyrgð? Hann hér í þingsalnum, fjármála- og efnahagsráðherra?
hann er ekki hér. Og þessi forgangsröðun hérna á þingi, hún er með svo miklum ólíkindum að ég hugsa að fólk hérna úti í þjóðfélaginu trúi svo varla. Dagurinn fór í það að ræða áfengisfrumvarpið og við vitum að kostnaður því samhliða í heilbrigðiskerfinu gæti tvöfaldast vegna sjúkdóma þessa. Allur dagurinn fór í þá umræðu. Svo erum við komin hér og það er svona einstakt tækifæri að ræða framtíðarskipan íslensks fjármálamarkaðar sökum þess að eignarhaldið er óvenju mikið og meðal þess hæsta sem gerist í Evrópu. Þá er bara kvöldfundur, engin fjármála- og efnahagsráðherra til þess að koma inn í umræðunar eða andsvör og við sitjum hér og ég veit ekki eða stöndum og erum að fara yfir þetta mikilvæga mál. Ég vil segja það að fjármálakerfi sem ég vil sjá framundan, ég vil sjá hagkvæmt fjármálakerfi og traust og fjármálakerfi sem þjónar öllum landsmönnum, jafnt heimilum og atvinnulífi. Ég vil hafa fjármálakerfi sem er stöðugt og getur tryggt nauðsynlega innviði öllum stundum. Aðstæður í íslensku fjármálamarkaði, eins og ég sagði hér áðan, eru algjörlega einstakar til mótunar framtíðarskipan íslensks fjármálamarkaðar. Ekki aðeins getur ríkisvaldið sett lagaumgjörð bankana og þannig haft áhrif á framtíðarskipan fjármálakerfisins, heldur getur það náð breytingum sem eigandi þeirra. Endurskipulagning bankakerfisins eftir fjármálaáfalli hefur að mörgu leyti tekist vel. Bankarnir eru traustir og gæði eigna hafa aukist umtalsvert síðustu ár. Tillagan sem er hér til þingsályktunar aðskilnað fjárfestingarbanka og viðskiptabanka, hún er mjög merkileg vegna þess að það hefur ekki svo sem verið farið í þennan aðskilnað í öðrum Evrópuríkjum og það er í einhverjum fylkjum Bandaríkjanna og megin tilgangur hennar er að lágmarka áhættu þjóðarbúsins vegna bankareksturs og minnka líkur á tjóni almennings af völdum áfalla í bankastarfsemi. Þetta er tillaga sem er með svona ákveðna framtíðarsýn og ég geti vel hugsað mér að styðja slíka tillögu. En áður en ég væri tilbúin til þess að gefa mig upp hvað það varðar, þá myndi ég fyrst vilja sjá heildarendurskoðun á bankakerfinu, þar sem eftirtaldir þættir eru skoðaðir og ég ætla að nefna hérna nokkra. Í fyrsta lagi heildarstærð bankakerfisins. Skoða þarf umfang bankakerfisins, meta hvort núverandi stærð sé æskileg og hvort hægt væri að ná fram frekari stærðarhagkvæmni í kerfinu. Og ég held að við séum enn með nokkuð stórt kerfi og nokkuð dýrt kerfi og þetta þarf að skoða áður en næstu skref eru tekin. Í öðru lagi eignarhlutur og þátttaka á fjármálamarkaði. Meta þarf hversu stór eignarhlutur ríkissjóðs á að vera til skemmri eða lengri tíma litið. Ásamt því að skoða hversu stór þátttakandi ríkissjóður á að vera á fjármálamarkaði. Í ljósi sögunar er rétt að ríkissjóður að mínu mati sé leiðandi fjárfestir að minnsta kosti í einum banka. Í þriðja lagi endurskipulagning fjármálakerfisins. Skoða þar hvort hagkvæmt sé að sameina jafnvel ákveðnar einingar eða jafnvel skipta þeim upp. Það á eftir að skoða þetta allt. Gætum við mögulega náð meiri samkeppni ef við myndum skipta einhverjum einingum upp? Eða væri hægt að ná frekari stærðarhagkvæmni með því að sameina aðrar. Þá eftir að fara í alla þessa vinnu. Og þess vegna má ég til með að minnast á það enn og aftur að hér var birt uppfærð eigendastefna ríkisins á fjármálamarkaði núna 10. febrúar síðastliðinn. Og það skorti alla framtíðarsýn. Ekkert af þessum þáttum sem ég er þegar búin að nefna voru þarna undir. Í fjórða lagi þá vil ég nefna, og það er einmitt efni þessara þingsályktunartillögu, það er aðskilnaður viðskiptabankastarfsemi og fjárfestingarbankastarfsemi. Og þarna tel ég að við þurfum, eins og er nefnt í þingsályktunartillögunni, að við þurfum að greina hvaða leiðir eru til staðar sem gætu dregið úr áhættu fjármálakerfisins. Er það til dæmis þessi aðskilnaður? Og við þurfum að skoða það í því ljósi líka hvað er að gerast hjá öðrum ríkjum, hver er reynsla þeirra og mér finnst líka að við eigum að vera svolítið hugrökk þegar við förum í þessa skoðun
og hún mjög brýn þess vegna. Í 5. lagi dreift eignarhald eða leiðandi fjárfestar. Þarna þurfum við að fara yfir það hvaða forma eignarhaldi hentar best hagsmunum hagkerfisins og líta þar til þess hversu burðug eftirspurnarhliðin í þeim efnum. Það aðeins minnst á þetta í uppfærðri eigendastefnu fjármálaefnahagsráðherra og þar stefnt að dreifðu eignarhaldi og þetta reyndar kom fram í máli hans núna þegar við vorum að ræða þetta í sérstökum umræðum. En ég vil líka skoða fýsileika erlends eignarhalds og sérstaklega þá líta til Norðurlandanna og ég held að það væri algjörlega þess virði að skoða hvaða áhugi þar og mér finnst að þeir ef við færum út í einhvers konar erlent eignarhald þá þurfi þeir aðilar að hafa umfangsmikla reynslu af bankarekstri og það þarf að koma einhver virðisauki hvað þetta varðar. En eins og með annað, þetta eitthvað sem þarf að skoða enn frekar og fara yfir áður en lengra haldið. Í 6. lagi erlend lánsfjármögnun. Með hækkandi lánshæfismati samhliða trúverðugri endurreisn hagkerfisins hefur fjármögnunarkostnaður bankakerfisins lækkað verulega. En hann eins og við öll þekkjum hins vegar í hærri kantinum. Og ég held að þurfi að greina hvernig bankakerfið geti miðla erlendri lánsfjármögnun í samkeppni við erlenda banka og hvernig samkeppnishæfni þeirra gæti aukist með skynsamlegu rekstrarfyrirkomulagi. Í 7. lagi þá þarf aðeins að fara betur yfir alþjóðlegan samanburð og hvað að gerast þar. Við vitum að regluverkið hefur verið aukið og allt eftirlit með bankastarfsemi eftir hina alþjóðlegu fjármálakrísu og við eigum óhygga og við erum auðvitað að taka mikið af þessu upp í gegnum EES-samninginn og við þurfum að skoða hvað að reynast öðrum þjóðum vel. Þannig að ég held að svona áður en lengra haldið og ég hef verið að tala fyrir því í greinaskrifum að það geti verið mjög skynsamlegt að setja á laggirnar hóp mjög færra sérfræðinga sem myndu gera drög að vegvísi fyrir framtíðarskipan íslensks fjármálamarkaðar. Þar sem allir þessi þættir sem ég var að nefna væru skoðaðir. En ég held líka að til þess að þetta sé trúverðugt og að það sé ákveðin sátt í samfélaginu, þá þarf löggjafinn að koma inn í þessa vinnu. Það þarf að vera pólitískt eignarhald á því sem við erum að gera til þess að þetta sé farsælt. Og líka vil ég nefna það að vegna þess að ríkisstjórnin hefur eins manns meirihluta, þess þá heldur þarf þingið að vera í ákveðinni sátt þau skref sem verða tekin á næstunni varða framtíð íslensks fjármálamarkaðar. Og markmiðið þetta að það sé mótuð tillaga að skipulagi á fjármálamarkaði sem komi til með að þjóna íslensk heimili og fyrirtæki á ábyrgan og farsælan hátt. Ég segi, það einstakt tækifæri og í raun og veru dauðafæri til þess að útfæra farsæla stefnu varðar íslenska fjármálamarkaða og það alveg afskaplega brýnt að við notum þetta tækifæri og við tökum þessa umræðu ekki endilega að kvöldi til og ég bara kalla enn og aftur eftir betri forgangsröðun hjá þingi varðar málefni sem skipta íslenskt þjóðfélag jafnmiklu máli. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Já, frú forseti, mig langar til þess að forvitna. Svo nú held ég að það geti allir verið sammála því að nýframlögð eigendastefna ríkisins hafi enga framtíðarsýn. Og sömuleiðis held ég að það ættu allir að geta verið sammála því að það þurfi að endurskoða uppbyggingu bankakerfisins. Og ég mjög til í að ræða það í mun meira og lengra máli við hv. Þingmann. En mig langar til þess að forvinnast hvort að sú afstaða sem hún rakti hér gefi einhverja ástæðu til þess að halda að þetta sé ekki eðlilegt skref engu að síður og kannski sem fyrsta skrefið að aðskilja fjárfestingar og viðskiptabanka vegna þess
Nú það þannig að það eru til mjög mikið af mjög góðum rökum fyrir því að þessi aðskilnaður eigi sér stað óháð allri annarri endurskipulagningu bankakerfisins. Þannig að mig langar til þess að fá svona hennar hugmyndir hv. þingmanns við því og kannski í viðbót vegna þess að mikið af þeim vangaveltum sem hún velti fyrir sér varðandi endurskipulagningu bankakerfisins voru þess eðlis að þær gætu jafnvel átt við lífeyrissjóðskerfið sem ekki síður stórt og hvort að það væri ekki ástæða til þess að ráðast í sambærilega endurskoðun á því kerfi. Og svarar andsvari hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Lilja Alfreðsdóttir. Ég þakka hv. þingmanni Smára McCarthy fyrir þetta innlegg. Ég held að það sé algjörlega þess virði, eins og ég nefndi, að fara gaumgæfilega yfir hvort að þetta sé skynsamlegt að aðskilja viðskiptabankastarfsemi og fjárfestingarbankastarfsemi og það eru mörg rök og margt af því sem kom hér fram hjá mér sem hníga í þá veru. Mér finnst hins vegar áður en að við ályktunum það að það veri ráðist í þessa aðgerð, þá myndi ég vilja sjá aðeins meiri greiningarvinnu á því og hversu hagkvæmt það fyrir kerfið okkar. Við erum lítið, opið hagkerfi og það hefur stundum skort á ákveðna samkeppni og ég vil bara taka alla þessa heildarendurskoðun fyrst áður en við tökum afstöðu til þessa. En það eru líka mjög góð rök fyrir því að fara í þetta vegna þess að þú ert líka að taka ákveðna áhættu. Og ég meina eitt af því sem við þurfum líka að ræða til að mynda áður en við seljum getur verið skynsamlegt einmitt að skilja þarna á milli og að við fáum jafnvel meira fyrir söluna þegar við erum búin að splitta þessu svona upp. En þetta vil ég einhvern veginn að við leggjum ákveðið mat á og að löggjafinn sé partur af þessari vinnu, að það sé ekki bara þannig að við fáum tiltölulega þurrt plagg eigandastefnu sem gefur engan svona vegvísa þessu. Ef varðar lífeyrissjóðskerfið okkar, jú, ég held að það sé algjörlega tímabært líka að fara yfir svona grunnþætti þess vegna þess að það hefur vaxið alveg gríðarlega á síðustu árum og líka það kemur líka inn í losun fjármagnshafta. Við erum að fá alveg ofboðslega mikið innflæði gegnum þjónustujöfnuðinn af erlendum gjaldeyri sem þrýstir gengi krónunnar verulega upp. Þannig að ég held að ég hef verið að huga að því að við þyrftum að setja gólf á það varðar fjárfestingar. Veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Já, frú forseti, ég fagna þessu viðhorfi að vissu leyti. Ég held engu að síður að þessi tillaga ætti að ná fram að ganga í þessu augnabliki en mér langar í rauninni bara til þess að bara stinga upp á því að það verði bara búin til samvinna hér eftir þessi ágætu samtöl það hvernig að leggja fram tillögu einmitt þess efnis að ráðast í heildarendurskipulagningu á bankakerfinu og lífeyrissjóðskerfinu með þetta allt í huga. Og hugsanlega væri hægt að setja það saman á þannig hátt að þessi tillaga geti náð fram að ganga samhliða hinni og náð fram öllum markmiðunum samtímis. Þannig að ég held að þetta þurfi ekki verið í andstöðu við hvert annað og það alveg rétt sem hv. þingmaður segir að þetta í rauninni bara þannig ástand í hagkerfinu núna að ef við gerum þetta ekki núna þá erum við að missa af alveg frábæru tækifæri. Það væri í rauninni rangt að leyfa þessu bara að sleppa. Þetta gott tækifæri. Hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Lilja Alfreðsdóttir, veitir andsvar öðru sinni. Svarar andsvari öðru sinni. Virðulegur forseti. Ég er hjartanlega sammála. Ég held að við ættum einmitt að ná samstöðu þessa tillögu og ég held að í raun og veru þurfum við að gera þetta tiltölulega fljótt vegna þess að við erum auðvitað líka að fá af því fregnir að vogunarsjóðirnir séu að kaupa sig inn í Arion banka og að lífeyrissjóðirnir séu að koma þar í kjölfarið og auðvitað þetta sala á vegum einkaaðila en ríkissjóður á þó 13% í Arion banka. Þannig að við erum hugsanlega að horfa fram á mikla breytingar á fjármálamarkaðnum og þess vegna finnst mér svo afskaplega brýnt að við förum í þessa vinnu og að það sé að við lítum til þess að tíminn hann ekkert endilega að vinna með okkur vegna þess að það hefur verið þannig kraftur í hagkerfinu okkar varðar vöxt ferðaþjónustu og mikill hagvöxtur að
við vitum það líka vegna þess að bara landsframleiðsla í Íslandi, hún tiltölulega grunn að þú þarft ekki nema svona ákveðna hreyfingar inn í kerfi okkar til þess að svona losa á læðingi mikinn hagvöxt, mikið erlent fjármagn sem kemur inn í kerfið og skekkir þá samkeppnisstöðu annarra útflutningsgreina. Þannig að þetta risastórt mál og ég held að það sé að myndast hérna svona ákveðin samstaða á þingi að gera þetta með þessum hætti. Loks tekur til máls hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmönnum fyrir þessa ágætu umræðu sem ég finnst sýna að þingmenn úr ólíkum flokkum, þeim umhugað það að taka til efnislegrar umfjöllunar aðskilnað viðskipta- og fjárfestingarbankastarfsemi samhliða öðrum þáttum sem mikilvægir eru fyrir framtíðarsýn fjármálakerfisins. Og ég er sammála þeim þingmönnum hv. sem hér hafa talað að við séum með einstakt tækifæri í höndum eins og hv. þingmanni Smára McCarthy og hv. þingmanni Lilju Alfreðsdóttur. Við erum með mikið tækifæri til þess að móta núna framtíðarsýn og ég tel að löggjafinn eigi að sjálfsögðu að taka þar málin í sínar hendur í ljósi þess að það liggur fyrir eigendastefnu þar sem þessi atriði eru ekki tekin til umfjöllunar. Ekki hvað varðar aðskilnað viðskiptabanka og fjárfestingastarfsemi, ekki tengsl við aðra geira atvinnulífsins eins og hér hefur verið nefnt, ekki hvað varðar stærð og umfang fjármálakerfisins sjálfs. Þessi mál, eins og ég kom aðeins að hér áðan en vil kannski ítreka hér, þau hefur verið spurt á undanförnum árum, þau voru til umræðu 2010 og í 2013 í efnahags- og viðskiptanefnd á þeim tíma, en alltaf hefur verið niðurstaðan að það eigi að bíða eftir frekari þróun regluverks Evrópusambandsins. Og við erum núna á þessu þingi að vinna gríðarlega mikilli innleiðingu á regluverki Evrópusambandsins en kannski ekki að takast á við grundvallarspurningarnar að baki sem hér hafa verið nefndar, til að mynda hvað varðar uppbyggingu fjármálakerfisins, stærð fjármálakerfisins, samþjöppun og sundurgreiningu. Þannig að ég fagna þeim viðbrögðum sem ég skynja hér að fólk tilbúið í þessa umræðu. Það finnst mér gott. Og í ljósi þess að málið fer þá til hv. efnahags- og viðskiptanefndar þá vona ég að við getum náð þessari efnislegu umræðu með þeim sérfræðingum og hagsmunaaðilum sem láta sig málið varða og ég geri enga athugasemd við það að við tökum þetta í þessu víða samhengi sem hér hefur verið óskað eftir, að þetta sé hluti af þeirri umræðu sem þarf að fara fram hvað varðar framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið. En ég vil þó segja að það hefur skapast ákveðin pressa. Það verið að selja hluti í bönkunum þó að ríkið sé ekki að selja sína hluti og það skiptir máli að við eigum þessa umræðu núna á þessu þingi þannig að það sé alveg ljóst hvaða væntingar fólk getur gert sér að minnsta kosti framtíðarsýn fyrir íslenskt fjármálakerfi. Og það auðvitað umhugsunarefni fyrir okkur öll hversu stór hluti fjármálakerfið á að vera í hverju samfélagi. Og við vitum alveg hversu stórt fjármálakerfið var hér orðið fyrir hrun og hvað það þýddi. Og mér finnst þetta vera líka umhugsunarefni fyrir okkur inn í þessa umræðu. Þannig að ég vil bara nota þetta tækifæri í lokin og þakka fyrir umræðuna. Ég vonast til þess að við getum átt hana oftar á þessum vettvangi að þegar efnahags- og viðskiptanefnd hefur hafið sína umfjöllun og þá eigum við þess kost líka að taka þessa umræðu hér á þessum vettvangi Alþingis. Því í björtu veðri jafnvel. Af því ég er sammála hv. þingmanni Lilju Alfreðsdóttur. Þetta mál sem almenningur hefur verulegan áhuga á. Það umhugsunarefni hvort við teljum að það hefði tekist til að mynda byggja upp traust á fjármálakerfinu eftir hrun, ekki samkvæmt nýjustu traustsmælingum. Og þar held ég að skýr framtíðarsýn stjórnvalda skipti mjög miklu máli. Þannig að vonandi munum við eiga áframhaldandi umræðu þetta mál og jafnvel í björtu, frú forseti. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur til síðari umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt.